Ingólfur, ég ætla nú að ræða við þig allt önnur mál. Þú ert doktor í sjávarútvegsfræðum og ýmsu því tengdu. Þú starfaði í Noregi, Bandaríkjunum, Sri Lanka, er það ekki, og víðar. Þú skrifaðir lærða grein í norska sjávarútvegsblaðið Fiskarinn daginn, þar sem þú talar kannski það sem sló mann mest þar var talan sem þú nefndir skuldir sjávarútvegsins og hvað það hlutfall þess af veltu greinarinnar. Já, ég var nú fyrst að gera hans grein fyrir hvernig ástæðan fyrir því að skrifa þessa grein, en hún var svo að prófessor Thorbjørn Trondsen hafði skrifað grein fyrir stuttu, hann skrifaði grein fyrir stuttu þar sem að hann sýndi fram á að skuldir norska sjávarútvegsins hafa aukið skífulega eftir að þeir settu á kvótakerfi hjá sér, þó að væri svolítið öðruvísi, og sérstaklega juku skuldirnar hjá fiskiskipum og sem að bendi til þess að þeir séu kannski að fara þessa sömu leið á við og þess að skrifa þessa grein og þessar tölur þarna úr sjávarútvegi, þær eru verið teknar úr skrifum úr íslenskum blöðum sem að vísu enginn hefur mótmælt, en síðan hef ég aðeins farið í gögnin og kontrollera þessar tölur og skuldirnar eru ábyggilega þarna einhvers staðar á milli 400 og 800 milljarðar og ég held að það sé ekki nokkuð á því. 400-800 milljarðar? Já. Og hvað er það margföld ársvelta greinar? Það er áætlega ársvelta greinar en að verði núna með þessum hækkunum sem að urðu við fall krónunnar síðastliðið haustu væri 150-160 milljarðar. Þetta er fjórföld, fimmföld ársvelta greinar. Það er náttúrulega ekki ljóst að það er ekki hægt að borga svona skuldir. Af framlegðinni. Framlegðin er ekki nægt til að borga svona skuldir. Nei, það er svo við getum bara tekið dæmi sem að ef ég ætla að fara að fjárfesta núna í greininni og þá kannski myndi ég fjárfesta í verksmiðju Tóra fyrir 2 milljarða og ég þarf cirka 5.000 tonn til þess að reka hann á ári. Þannig að svona vel séð og þá þarf ég að kaupa kvóta upp á 5.000 tonn þar sem að þorskígildi kostar kannski 4.000 krónur kílóið og sem segi það kostar 20 milljarða og ég fengi kannski eitthvað rúma milljarð á ári í veltu af því. Já. Og síðan fyrir 45% í mannakaup og 15 í olíu og svo framvegis og þannig að líklega ég með 20% eftir sem að eru þá 200 milljónir sem að ég hef fyrir þá afskriftir og afborgunarlánum og í vextina til að borga af þessum 22 miljónum og þá afkastninga því fjármagni er þá sirka 0,009% nokkað í þá áttuna, þannig að dæmi gengur alls ekki. Það gengur ekki. Hvernig lenti greinin í þessu? Undirstöðu atvinnuvegur í þessu? Já, það er þannig að þegar kvótakerfið var sett á og þá hafði verið lengi viðvarandi fjármagnsleysi í sjávarútvegi og það var engin breyting því í sjálfu sér þegar þetta einstaklega kvótakerfið sett á. Og þá kemur spurningin þegar menn fóru að reyna að stækka fyrirtækin með því að slá saman kvótum, hvernig átt að gera það og menn voru svo heppnir á sama tíma þá var Kauphöllin nýlega komin á laggirnar og þá var það gert þannig að litli kallinn kom til stóra kallsins og svo var slegið saman. Og við sameininguna þá var skrifað upp á efnahagsreikningi verðmæti kvótans og sem að gera það að verkum að verðmæti hins sameinaða fyrirtækis það óskífulega og síðan fór litli kallinn þá með hlutabréfin í Kauphöllina þar sem hann gat selt hann og tekið út sinn hluta. En veðhæfnin hækkaði mikið í stóra fyrirtækinu sem var eftir sem að gera það að verkum að menn gátu farið út og slegið lán út. Slegið mér lán. Þannig að efnahagsreikningarnir stækkuðu alltaf. Já. En verðmætin sem voru raunveruleg verðmæti á bakvið þetta þau aldrei aukist neitt. Nei. Það sem að fyrirtæki eða þessi ágæti Skutahóra minn sem ég var að kaupa sem tók dæmi á núna. Já. Að hann getur bara staðið undir svo miklu. Já. Og eins og ég sýndi fram á í grein í Morgunblaðinu 97 að þá
og þá var það í hæsta lagi gat hann borgað 78 krónur minnir fyrir kíló þá. Já, en verðið á kílónu og komið upp í hvað, 4.200 krónur? Já. Og það algjörlega, náttúrulega, enginn sem kaupir kvóta á því verði. Það bara eitthvað huglægt verð sem notað við það að blása út efnahagsreikningana, eins og segir, og veðsetja meira. Já, eins og var sem framöfum með dæmið þessum skutu, að afkvöstunum af fjármagnu, þessi velda fjármagnu er 0,09%. En þú getur sett það í banka og fengið 10%. Eða banka keypti ríkisskuldabréf og svo framvegis, og þá ertu kannski með 2,2 milljarða af sama fjármagni. Þú getur farið gert eitthvað allt annað með peningana, komið þeim úr landi eða byggtir verslunarhallir eða eitthvað svo. En þegar þetta kerfi var komið í gang, þá var verð á kvóta orðið undir eins það hátt að það gat enginn keypt þetta á frjálsum markaði. Þannig að þetta spanns bara áfram. En þannig eins og þú segir að kerfið sé ekki rentabelt, það sé ekki hagkvæmt. Já, kerfið er ekki hagkvæmt. Það sem alveg á hreinu þegar maður lítur á þessar tölur að þó fari ekki út í svona smáatriði en hvernig, þetta er náttúrulega allt stór atriði en þetta kvótakerfi að það hefur beðið algjörlega skipbrot. Tölurnar eru talað bara hreinu máli þar og maður ekki sér þetta áfram í hvað er að gerast núna. Til dæmis, nú er að auka kvótanum 30.000 tonn. Það er ágætt þegar maður lítur, það er atvinnuaukandi og síðan lappar það líka aðeins upp og vöruskiptajöfnunin. En ef við lítum á greinina sjálfa, að þá, ef við tökum svona dæmi og sem ágætt að tóra, þá geti ímyndað mér að framlegðin sem að þeir myndu fá til þess að borga upp í skuldir, hún yrði svona cirka 2 milljarðar af þessum 30.000 tonna kvóta sem eru dropi í hafið, en það er ekki það sem skiptir máli. Ef að kvótin eins og það hefur verið metin á 4.000 krónur kílóið, þá gera það 120 milljarða á efnahagsreikningi. Þetta fytar efnahagsreikningi. Þá er hægt að fara í bankan og slá lán. Og þetta slá meiri lán út á þetta. Þannig að það er eiginlega mikilvægt að fyrir þá að fá þetta út á þeim forsendum. Þetta er náttúrulega einhver atvinnulíf út á landi, eflir atvinnulíf út á landi. En segðu mér svo er náttúrulega annað því að það verður engin endurnýjun í kerfinu. Þú kallar þetta, það er mjög skemmtilegt orð með í greininni, þú kallar þetta forgufning. Það var svona sko, Já, það er það að þetta eldist, greinin eldist alltaf eldist í raun og veru. Já, eins og þetta, dæmið sem tók að tóra, það er enginn sem getur komið inn og keypt kvóta á þessu verði og byrjað að gera út, því að það gengur ekki upp rekstur. Getur ekki verið gott fyrir atvinnugrein að engin nýir aðilar geti komist inn? Nei, það er mjög slæmt og almennt talið í öllum hagfræðibókum, hvort það segja rekstrarhagfræði eða þjóðhagfræði, þá er það talið að það gangi að öllum atvinnugreinum dauðum í það lengri tíma litið. En hvað er hægt að gera í þessu? Nú heyrir maður að sjávarútvegurinn vill láta afskrifa skuldirnar sínar. Sumt er enda búið að veðsetja til Þýskalands. Já, í Vafningi. Sko, það er kannski ekki mikil þörf á því að afskrifa strax ef það er allt þetta nýja viðnotað. En það breytir ekkert kerfinu eða þessum hagferli sem er í gangi þó að afskrifi skuldir. Því að ferillin heldur bara áfram í sama farveg. Þannig að þarf að grípa við ræturnar á hagferlinu. Það er að breyta skipulaginu, það er að gefa upp á nýtt. Nokkuð eins og hann var að tala um þetta að gera í þjóðfélaginu. Það þarf að gefa upp á nýtt í sjávarútveginum. Það þarf að breyta kerfinu þannig í sjávarútvegi að sem flestir séu sammála þetta. Hvernig sé staðið á þessu og það sé fyrst og fremst sáttu það. En svona gengur þetta ekki mikið lengur, það er augljóst. Já, ef skuldirnar afskrifaðar þá má eiginlega segja að það sé verið að gefa mönnum kvótan aftur enn einu sinni. Enn einu sinni, já, gefa mönnum kvóta og gefa mönnum tækifæri að endurtaka sama leikinn. Já. Það er merkilegt. 70 einstaklingar fá úthlutað 70% af heildarkvóta á Íslandsmiðum. Þeir vilja 100 milljarða afskrifaða.
Ætla má að aðeins 70 einstaklingar ráði yfir 70% af heildarkvótanum á Íslandsmiðum. Einungis þorskkvóti sem fyrirtæki þessa fólks fær úthlutað yfir 165 milljarða króna virði. Ingimar Karl Helgason segir frá. Enn deilt kvótan, fyrningarleg stjórnvalda, skötuselsfrumvarpið, menn hafa hótað því að sigla í land, stöðuleika sáttmálinn farinn. Seinna sagði Friðrik Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, að það þurfti að afskrifa 100 milljarða hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum. En hvaða fyrirtæki eru það sem að fá úthlutað þessum kvóta? Hér örstutt yfirlit, HB Grandi fær mest og síðan Brim, Þorbjörn, Samherji og Fisk Seafood. Þau fyrirtæki sem á þessum lista fá minnst yfir 1% af heildarkvótanum úthlutað eftir því sem Fiskistofa segir. Það eru því ríflega 20 fyrirtæki sem fá úthlutað yfir 70% af heildarkvótanum. En hvaða fólk á bakvið þessi fyrirtæki? Fólki á bakvið HB Granda eru til dæmis Ólafur Ólafsson og Kristján Loftsson, Guðmundur Kristjánsson á bakvið Brim ásamt Hjálmari Þór Kristjánsinni, Gunnar Eiríkur og Gerður Tómas Börni og Þorbjörn í Grindavík, Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhelmsson eru helstu menn á bakvið Samherja. Kaupfélag Skagfirðinga helsti eigandi Fisk Seafood, það ræður miklu Þórólfur Gíslason kaupfélagstjóri. Það má einnig nefna Guðbjörgu Matthíasdóttur sem segja má að sé einráð í Ísfélagi Vestmannaeyja og svo bræðurna Birki og Magnús Kristinssyni. Þau nöfn sem hér rennir við skjáin eru helstu einstaklingar á bakvið þessi félög. Hluthafarnir eru fleiri en ætla má að þessir eigi mest og ráði mestu. Þetta innan við 70 nöfn. Kvótamarkaðurinn segir okkur að kíló af þorskkvóta kosti 2200 krónur. Þá myndi þorskkvóti Magnúsar Kristinssonar, sem á meiri hluta í félagi sem á 1,7% af heildarkvótanum, vera metin á yfir 2 milljarða króna. Þorskkvóti allra þessara aðila því samkvæmt sömu formúlu metin á yfir 165 milljarða króna. Þeir virðast því ekkert vera svo margir sem þyrfti að tala við ef ná ætti þjóðarsátt kvótakerfið. Það er ekki gert lítið úr þekkingu og reynslu og heldur ekki því að yfir 7000 manns starfa við veiðar og vinnslu, auk þess sem þúsundir annara hafa hagsmuni beint eða óbeint af sjávarútvegi. En fæstir þeirra fá hins vegar úthlutað kvóta.